Það sem við sjáum hér hlið á fíkniefnaheiminum sem lögreglan sinnir ekki. Læknar skrifa morfínið út til sprautufíkla, það gengur kaupum og sölum á götunni og lögreglan getur lítið við því gert. Heróín hefur ekki enn gert innreið á íslenska markaðinn, en margir telja slíkt yfirvofandi. Morfín náskylt efni af ópíumætt og þjónar sama tilgangi hér og heróín í öðrum löndum. Eftir að hafa leyst morfíntöfluna upp, kælir hann vökvann því hann má ekki vera of heitur. Ja, náttúrulega ekki. Springa. Þol myndast fljótt gegn morfíni og vellíðunaráhrifin af því minnka. Neytandinn verður á skömmum tíma fangi efnisins, notar það næstum einungis til að forðast fráhvarfsáhrif. Við vorum komin bara út, við vorum búin að fara að hringja þessi típiska hringur áfengi, kannabis, amfetamín, ecstasy, sýra, sveppir, svo heldur maður áfram og fer eitthvað sterkara en við vorum búin að taka amfetamín kúrsinn alveg út að enda, þannig vorum alveg búin það og þurftum eitthvað annað þannig að við fengum okkur morfín til þess að prófa það og þá húkuðust við bara á því Við vorum búin með örvandi lyfjadeildina alveg Já, það er alþekkt að þegar menn hafa notað örvandi lyf lengi að þá koma óæskilegar áhrif örvandi lyfjanna í ljós og þau eru nú fyrst og fremst ofsóknarhugmyndir, þunglyndi og ýmiss konar vanlíðan og það þeir sem að sprauta þessum efnum í æð, þeir náttúrulega fá enn verri afleiðingar af þessu hvað þetta varðar og þeir komast upp á laga með það oft að lækna þessi einkenni og óæskilega verkun örvandi lyfjanna með morfínefnum og þar sem að heróín á markaði erlendis að þá fara þeir að nota heróín. Þetta vel þekkt og alþjóðlegt fyrirbrigði. Hér á Íslandi hefur ekki heróín verið á markaði en við sáum að amfetamín fíklarnir okkar þeir fóru svolítið að sækja í þessi efni upp úr 90 morfínefni þá frá læknum og síðan upp úr 95 að þá það komin á markaðinn hér forðatafla af morfíni sem mikið notuð af sjúklingum sem þurfa á þessum lyfjum að halda utan sjúkrahúsa, mikið veikt fólk og allt í einu erum við komin í þjóðfélag þar sem mikið af forðatöflu af morfíni út í þjóðfélaginu og líka sprautufíklum sem að sækja inn og reyna að ná í þessi lyf vegna þess að það hægt að taka þessa forðatöflu og misfara með hana með því að leysa upp í henni morfínið og sprauta því í æð og þetta var undirrótin af morfínfaraldrinum sem fór á stað upp úr 1997 og 2008 og við sjáum ekki fyrir endan á ennþá. Það náttúrulega byrjaði þannig að við vorum að kaupa þetta hjá díler sem að seldi þetta, maður sem að fekk þetta á því að hafa með krabbamein og til þess að byrjaði náttúrulega rólega fyrst og keyptum bara með peningunum okkur sem við fengum og svona en leið og við urðum háð þessu þá fórum við að ræna út allt og stela í öllu búðum, sjónvarpum, vídeóm og allt sem mögulegt var fyrir töfluna og fórum mjög fljótlega í það að reyna að fara til að lækna Dílerinn sem við leituðum til, hann sagði ef þið ætlaði að halda áfram á þessu þá verðið þið náttúrulega að fara að fá þetta hjá lækni líka og þá var náttúrulega hans ávinningu væri því að þá myndum við fá stóra skammta og láta hann hafa hlut aðeins og hann geta hagnast að því Þannig að hann sagði okkur hvaða læknar við getum farið til og koma okkur í kynni við annað fólk sem voru morfíneytendur og þeir sagði okkur kallmaðurinn þegar var par, hann sagði okkur hjá hvaða læknum hann hefði verið og útskýrði fyrir mér söguna sem best að segja til þess að fá góðvilja hjá þessum manni, hjá þessum penna og útlistaði fyrir mig hvaða læknar þetta voru Ég hringdi í raun og veru bara að pantaði tíma og fór svo til hans og ég bara erindi mitt, sagði söguna og kom svona létt inn á því miðju viðtalinu ég þekkti nú þennan strák og við værum nú í svipuðum aðstöðum og svo sagði ég honum söguna mína sem ég átti að segja að ég væri alkohólisti og ég ætti von á rosalega stórum dómum og
fyrir að þjóna þessum morfínsala og ég væri að selja mig fyrir kallmenn og fyrir peninga og að þessi díler væri að selja mig sko. Og hvort hann geti hjálpað mér sko. Og hann sagði já, ég ætla að hugsa þetta, ég hef samband við þig. Svo biðum við í cirka viku og svo hringdi hann í mig og sagði, heyrðu, ég ætla að hjálpa þér. Svo fór ég viðtal til hann 40 mínútna viðtal einu sinni í viku og fékk alltaf hjá hann. Og fljótlega fór ég í raun og veru, svo í raun og veru sko lærði ég af hinum sem hafði farið undan mér og þeir sagði sko, ok, þú getur sagt að það týndist í strætó sko og hérna það kom handrukkar í tíðin eða þú týndir þessu eða þú varst brotist inn hjá þér og þetta gekk allt saman upp. Já, ég var að fá reyndar alveg ótrúlega skammta sko, ég fekk alveg frá 20 töflum upp í sko 200 töflur í einu. Einu sinni prófaði ég þessa sögur, ég týndist í strætó og svo var brotist inn til mín og svo var ég handtekinn. Og á 23 dögum náði ég 900 töflum. Já. Þetta var það sem vantaði upp á okkur. Eins og þessi, þetta hitti naglann á höfuðið. Þessi maður stelur daglega úr verslunum eða heimahúsum. Hann lætur einskis ófreistað til að útvega sér peninga fyrir daglegum skammti af morfíni og ekkert annað efni dugar. Ég ætlaði ekki að reyna þeim sem ef ég fótbolta og ætlaði aldrei að byrja að reykja og aldrei að byrja þetta. Ég náði að halda þessu sprautuprinsippi þangað til ég var 23 ára og það var bara því ég var bara að nota amfetamín sem mikið á var alveg svona. Já, það var bara ekki. Paranoia er á eftir núna að teki ég. Það var bara ekki geðveikur. Eins og ég segi, ég fór í þessar fyrstu meðferð 23 ára og ég er búinn að fara í 22 meðferðir sína. Eins og ég fór í fyrstu ferðina minna bara staðarfell og ég man eftir ég var að gera og umhverfið í fjöllin og allt þetta tótt sko, það var eitthvað sem bara var þarna sko. Og svo á leiðin tilbaka sko, þá var alveg bara lotna og fyrir eitthvað loft og þá var maður svona skýr í herslum sko. Flestir sprautufíklar fá á endanum illvíga sjúkdóma á borðið lifrarbólgu C og dæmi eru að langt leiddir missi útlimi vegna æðaskemmda. Sprautufíklar mynda hóp sem þjóðfélaginu kostnaðarsamur vegna heilsutjóns og afbrota. Engin fíkniefnaneytandi stefnir að því að verða morfínfíkill, en þó fara margir þessa leið. En af hverju skrifa læknarnir út morfín til sprautufíkla? Afsökunin þeirra var þetta að við erum að reyna að hjálpa fíklunum svo þeir drepi sig ekki af einhverjum ónýtum efnum frá einhverjum öðrum. Við erum að reyna að halda heróínu frá markaðinum á Íslandi. En mín og okkar reynsla er svo og þeirra sem hafa verið í þessum heimi að þegar maður er komin nógu langt í morfíneyslunni og það hættir að virka fyrir okkur sem vímugjafi og er bara orðið eitthvað svona status quo ástand, þá fer maður að leita í heróínu og við sendum mann út til þess að sækja fyrir okkur. Þannig að það hefur verið að undirbúa markaðinn frekar en að hefta hann sko. Hópurinn sem við vorum í var sko 11 til 13 manna hópur, það var bara eftir hvað margir voru á Vogi og 8 af þeim hóp sem sagt
dóu núna seinasta árið, það dáu núna seinasta árið. Og frá því ég fór fyrst í meðferð til dæmis 1992, 16. nóvember, að þá vorum við 21 krakkarnir saman, allt í allt. Þetta var skiptist út hópurinn einu sinni og 19 af þeim eru dánar. Þriðja og síðasta hluta dópstríðsins fjallað tilraunir ríkisvaldsins til að útrýma fíkniefnum úr